gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að halda áfram með almanna þjónustu samstöðarinnar, kæru hlustendur og áhorfendur. Í gær ræddum við Gísla Tryggvason lögmann sem ætlar að vera með hálfsmánaðarlegt réttarhorn, getum maður kannski sagt. Við köllum þáttinn Réttur settur og ætlum þar að fara yfir lögfræðileg álitamál tengt fréttum líðandi stundar og verður vonandi bragur á þeirri þjónustu framvegis. Og við höfum nokkurt skeið átt í góðu samstarfi við Neytendasamtökin. Neytendasamtökin hafa verið iðin við að senda fulltrúa hingað í heimsókn til okkar og við erum jafnvel að spá í það að gera svo djörf að reyna að halda úti einhverju sem við getum kallað vikulegt neytendahorn, þar sem að við reynum að útvega ykkur betri þjónustu, meiri þjónustu mál sem baráttumál íslenskra neytenda. Breki Karlsson, vertu velkomin til okkar í dag. Takk. Ég bara svona af því að ég var að lesa frétt á mbl.is það sem einhver Íslendingur fór að Geysi og hann er svo forviða á því að öll skilti þar, upplýsingaskilti virðast á ensku samkvæmt því sem hann segir og birtar myndir af að hann talar eins og sé einhver minnimáttakennda á Íslandi og síðast í gærkvöldi þá voru við í fréttatímanum að ræða að það væri svona ákveðin plebbaháttur þessu tengdur í ákveðinu tilliti. Nú er þetta kannski að einhverju leyti eða fyrst og fremst menningarmál en mér fannst samt svona kannski kúriós og forvitnilegt að vita hvort aldraðir Íslendingar sem ekki tala neina ensku, það er alveg mörg dæmi það, er búið að svipta þá einhverjum sjálfsögðum réttindum til upplýsinga sem neytendur á ferðum landið ef þeir fá ekki sömu upplýsingar og aðrir. Já, ég veit nú svo sem ekki hver lagaleg staða á svona máli er en mér finnst þetta nú bara asnalegt aðalega að vera ekki með upplýsingar á íslensku á Íslandi. Það er bara mín skoðun það er náttúrulega, ég veit svo sem ekki af hverju þetta er svona eða hversu í ósköpunum fólk getur ekki notað tungumálið sem hvar ég á að vera orð yfir hvað sem er sem finnst undir sólinni samkvæmt Jónasi. Þannig að ég átta mig ekki á því og finnst þetta bara skrítið það hlýtur að vera einhver skrítin réttlæting fyrir þessu og fólk hlýtur að laga þetta bara hið snarasta. Ég skrifaði einu svona frétt öldru hjóni mitt sem að höfðu bókað hringinn og bókuðu hringinn og voru á hótelum og ég held að það hafi verið í einu tilviki sem að starfsmaðurinn í móttökunni var íslenskur þannig að þau gátu fengið einhverjar upplýsingar en héraði þar við höfum gengið ansi langt og hratt á skömmum tíma í þessum efnum. Jú, ég var einhvern tímann á tjaldsvæðinu á Vík og þar hitti einhvern erlend hjón sem voru að vaska upp við hliðina á mér og þau heilsuðu og þau hafðu þá farið nánast allan hringinn, fóru norður fyrir kringum landið og ég var fyrsti Íslendingur sem þau hittu og þau reyndu að spyrja honum úr hvað einar en þau tiltóku sérstaklega að ég hefði verið fyrsti Íslendingurinn sem þau hittu á ferð sinni landið sem er náttúrulega ótrúlegt. Já, þetta er svakalegt. En við skulum þakka þér fyrir þetta. Eigum við að ég var svona aðeins þegar ég var að undirbúa hvað mér langaði til þess að spyrja þig út ég fór náttúrulega á ágæta heimasíðu ykkar Neytendasamtakanna og ég fann þar grein njósnahagkerfið og þar segir þegar þú notar eitthvað ókeypis á netinu er afar líklegt að þú sért söluvaran. Getur aðeins upplýsta fyrir hlustendur áhorfendur hvað eigi við þarna? Já, við tölum njósnahagkerfið þar sem verið að nota upplýsingar þig
í alls konar tilgangi og þetta gengur upplýsingar hvað þú ert að skoða á netinu, hvar þú smellir á, hvaða myndbönd þú ert að horfa á eða alls konar og úr þessu búið til datasafn eða safn upplýsinga þig og jafnvel tengt kaupum þínum á netinu og svo framvegis. En algoritmi. Já, og þegar þú samþykkir að allar vefkökur á einhvern tilteknum síðum þá ertu ekki bara þá ekki bara að vera að safna upplýsingum það sem þú skoðar á síðunu heldur líka hvað þú hefur verið að skoða áður og jafnvel gefur leyfi líka til þess að það sé fylgst með þér í framtíðinni líka. Fyrirgeðu ég skýt núna inn í spurningu en ætti maður þá að hafna vefkökum ef þær torvelda manni til dæmis ekki frekara ferðalag á? Já, fyrsta lagi náttúrulega hefur verið fyrirtæki ætti ekki að vera að safna svona upplýsingum. Við bentum á það fyrir 2-3 árum, þá voru opinberar stofnanir sem nýttu sér Google Analytics sem reyndar ekki til lengur og þá voru upplýsingar netnotkun almennings ekki bara safna saman heldur send til Google, jafnvel þó þú hafi verið að vafra vefi stjórnkerfisins á Íslandi og síðan gafstu leyfi fyrir því að það fylgst með þér áfram og þessi upplýsingum samnað saman og búin til svona prófílum þig og seldar svo áfram til þriðja aðila og það til svona það sem kallað á ensku data brokers eða sölumenn sem svona milliliðir, þeir bara taka ef þú ert eitthvað sjampófyrirtæki þá getur þú valið fólk sem á ákveðnum aldri síðhært að öllu líkindum og svo framvegis. Það frægt dæmi keðju í Bandaríkjunum matvörukeðju og hún sendi 15 ára stúlku hamingjuóskir hún væri ólétt og hún var pabbi hennar hafði samband við daginn eftir við fyrirtæki alveg brjálaður og hvaða rugl þetta væri og dóttirinn væri bara 15 ára engin séns að hún geti verið ólétt og ætlaði að hóta að fara í mál en svo kom náttúrulega ljós að hún var ólétt og þá hafði fyrirtækið vitneskju það áður en hún sjálf vissi það og það var það bara þannig að konur á ákveðnum aldri sem kaupa eða að skoða 8 af 15 vörum eða eitthvað slíkt þá það bara nánast öruggt að þær séu óléttar og út frá svona hegðunarmynstrum hægt að búa til alls konar auglýsingavöru þig. Það sem þetta fyrirtæki gerði var ekki að hætta að safna upplýsingum. Þeir hættu bara að láta þið vita að þeir væru að safna upplýsingum og héldu áfram að safna því og hugsanlega selja það þá til þriðja aðila og með alls konar afleiðingum, ekki bara til þess að fá þau til að kaupa vöru, heldur líka til þess að ýta þér frá einni skoðun til annarar og jafnvel að halda að þér einhverju efni sem misæskilegt. Þannig að þetta alveg stór iðnaður og ég hvet fólk til þess að fara inn á vefinn okkur að lesa sér til njósnahagkerfið. Þetta miklu, miklu starra heldur en flestir gera sig grein fyrir. Þetta rosaleg saga með þessa 15 ára gamla stúlku og bara, maður veit ekki hvert erum við komin, maður var að lesa einhverjar skáldsögur framtíðina fyrir einhverjum áratugum en þetta þarna erum við jafnvel komin lengra en þetta náttúrulega algjörlega svakalegt að algoritmin veit meira þig heldur en þú sjálfur. Já, þetta svakalegt. Eigum við að ræða netþjónustu símafyrirtækja fyrir okkur sem erum á ferðalögum, hann nú ekki ennþá liðinn sumarfrístíminn, hann kannski út ágúst eitthvað fram í september sem Íslendingar eru á faraldsvæti. Var eitthvað tímabil var það ekki sem að maður gat svona átti auðveldar með að fara með símann sinn og á þess að vera rukkaður sérstaklega heldur en hefur verið núna
Er ekki rétt hjá mér? Sko, eitt af því sem EES-samningurinn færði okkur var Roam like home. Það er að segja, reikaði eins og heima, notaðu símaðinn í útlöndum, í Evrópu, á evrópsku efnahagssvæðinu, eins og þú notar hann heima. Það er engin aukagjöld þegar þú ferð og notar símaðinn í Evrópu og við heyrum alltaf þetta ping, velkomin til Danmörkur eða Þýskalands eða Spánar eða eitthvað. Hérna er engin aukagjöld, hérna er Roam like home í gildi og svo fremst. Vandinn varð til þegar að Bretar ákveða að segja skilið við Evrópusambandið. Þá fóru þeir líka út úr þessu kerfi, út úr Roam like home og í staðinn fóru símfyrirtækin að rukka fullt verð og eins og áður, þannig að þegar þú fórst til Bretlands þá greiddir utanlandsgjald fyrir alla símnotkun, bæði þegar þú notaði netið og líka þegar þú hringdir að senda skilaboð. Þetta er skýringin á því að maður heyrir Íslendingar lýsa því að þeir eru að flogið til Heathrow, taka lestinir í bæ, fara í símann sinn og eru búnir fá svo aðvörun og þú ert búin með 50 evrurnar þínar í dag bara á 10 mínútum á internetinu. En fyrir 2 árum var gerður svo kallaður heildsölu samningur milli símfyrirtækja á Íslandi og í Bretlandi, þannig að það fjallir raun og veru niður, en félögin, þeim misfórst að færa þennan hagnað eða til neytenda. Og þannig að þeir héldu áfram að rukka fólk fullt verð og héldu mismununum hjá sér. Og þetta náttúrulega segir bara sitt hvað um fyrirtækin og það þurfti hótun frá ráðuneytinu reglugerðarsetningu sem reyndar að fara í gagnið núna, að símfyrirtæki eru núna skildug til þess að láta neytendum eftir þessa bútbót. Og öll fyrirtækin eru núna, held ég allavega ef ég man rétt, eru núna, það kostar ekki daugulega að nota síman en það var undir þessum þrýstingi reglugerðarsetningar sem þau þurfti hann til þess að þau breyttu ráð sitt. Og þeir sem hata allt regluverk, þeir fá stundum upplýsingar eins og þú ert að koma með hér, að þær geta svo sannlega verið neytendur til bóta. Já, stundum, neytendur til bóta, ég geti sagt bara að fullist það nánast, að nánast langstærsti hluti, ef ekki langsamlega stærsti hluti neytendaréttar kom til við undirritun á samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Áður þá voru engin lög samkeppni, það voru á Íslandi, það voru engin lög neytendaréttur og kom í raun og veru inn í lög með tilkomu EES-samningsins. Alls konar eins og til dæmis lögum fasteignalán til neytenda sem við erum núna að láta reyna á fyrir dómi og við töluðum nú lengi vel síðast. Já. Það eru nú aldeilis vendingar í því framhundan því að málið verður endurflutt fyrir Hæstarétti núna 16. september, það er stór dagur. Já, spennandi. Og það verður innan mánaðar fáum við síðan Já. En það er annað dæmi neytendarétt sem við höfum fengið frá í gegnum samninginu Evrópska efnahagssvæðið. Og léttir fyrir þegar að Hæstiréttur hafi viljað taka mál. Já, algjörlega. Já, einmitt. Sko, við vorum hérna líka síðast að ræða bílastæðamál. Já. Og ég veit nú ekki hvort það tengdist þeirri umræðu en það var eins og að allt yrði vitlaust næstu daga. Við höfum verið með mjög öfluga frétta umræðu eða síðan að þú komst hérna í síðustu viku og varst að ræða við mig bílastæðamálin og það má kannski segja að það sé komin nýr vendipunktur eða svona það hefur verið ákveðin auka þyngd í því þegar sko einn af ráðherrum Íslands farin að birta á samfélagsmiðlum einhverja svona hryllingssögu. Já, og við hefum svo sem sent ráðuneytinu lengi alls konar erindi og upplýsingar og þannig að þetta hefði nú ekki átt að koma ráðherra á óvart. Það
Það var sem sagt, sko, ef mann rétt, það var einhver manneski, núna það þannig með N1 við Hringbraut, þar voru alltaf fríbílastæði, ég veit þetta því að ég er nágrannið þarna, Bíófjólugötunni, en svo setja þær upp einhverja gjaldskyldu og það var einhver kona sem að, ég held hún hafi bara fengið sér að borða þarna og hún var lengur en 45 mínútur á bílastæðinu, veit ekki að það verið að rukka hana og svo kemur rukkun sem minnir að sé 5.700 krónur. Sko við teljum þessi aukagjöld, þessi innheimtugjöld algjörlega ólögleg og ekki bara ólögleg heldur líka ósanngjörn. Þannig að við erum með lögfræðiálit sem segir að það er margir angar á þessu en margir ólöglegir angar skulum við segja. Að fyrsta lagi að innheimtulög skulu gilda við innheimtu á þessum gjöldum sem þýðir það að þú hefur 14 daga rétt til þess að gera upp skuld þína áður en að koma til meiri hærri gjöld. Við teljum að líka til vara að þetta séu ósanngjarnir skilmálar, að þetta vangreiðslugjald sé bara ósanngjarnt og engum takti við það hvað raunverulegan kostnað fyrirtækjana eða innheimtuna og svo framvegis. Þetta er Plús það ef við bæta við að þegar nýbúið að hefja gjaldtöku á svæði sem áður var frítt, þá skildi maður ætla að það væri til einhvers konar sómakennd hjá aðilum, þannig að þeir myndi ekki byrja á því strax að dempa á því einhverju svakalegu meintu vanrækslu gjaldi þegar má bara telja góða líkur á því að viðkomandi hafi ekki haft hugmynd að það væri búið að breyta fríu stæði í greitt stæði. Ja, nákvæmlega, og það er náttúrulega ennþá með ríkari skylda að merkja vel þá skilmála sem gilda um þetta stæði. Og við teljum til dæmis að það sé ekkit sjálfkrafa að þó þú leggir í stæði að þú gangist undir alla skilmálana sem eru í gildi á þeim stað. Þú hafir rétt á því að kynna þér það og síðan hafir þú rétt á að skjóta málinu áfram. Þannig að það er margir angar á þessu og þetta er eitt af stóru málunum hjá okkur í sumar. Þú sagðir að 5 kvartanir á dag? Já, 5 til 10 þegar mest er. 5 til 10 þegar mest er bærust. Þannig að já, þetta er greinleitt á stóru málunum, það er að segja fjölmennustu málum, en þetta hefur líka svona dæmigerð einkenni neytendamála. Þetta er ekkert kannski stærstu upphæðirnar fyrir hvern og einn, en safnast nú þegar saman kemur. Og þetta sýnir nú mikilvægi þess að hafa einhvers konar samtakamátt, að við getum sameinast að gera eitthvað í málunum, að því að hver og einn neytandi má sín kannski lítil gagnvart þessum fyrirtækjum, en þegar við stöndum saman þá höfum við mátt. Og við höfum kallað eftir því að ráðherra setjist niður með okkur og skýri leikreglur í þessu. Við höfum komið með okkar áliti hvaða leikreglur eiga að gilda. Það geti verið gagnlegri fyrir ráðherra að funda með okkur en að láta duga að setja bara Facebook-fæslur og eitthvað. Það er náttúrulega hvorttækja. Ég meina, annað tekur 5 mínútur, hitt tekur það að hlusta, það að taka inn og svo er þetta að breyta rétt. Þannig að það er stundum svona auðvelda leiðinir að taka undir í Facebook kórnum. En einmitt bara allt í góðu að hvetja ykkur hlustendur og áhorfendur til þess að gera staðilar neytendasamtökunum. Hvert er árgjaldið? Það er 6.9. Það er gjöfin ekki gjald. Gjöfin ekki gjald. Og því fleiri sem eru félagsmenn, þeim öflugri verður starfsemin. Og ég get lofað þér því að það er farið afskaplega vel með fjármuni hjá okkur. Og það er það eina sem ekki er til sparað á skrifstofu neytendasamtökunna er vatnið í kaffið.
Ég segi stundum þegar við erum að hvetja fólk til þess að styrkja okkur meðal annars til þess að fá aukna almannaþjónustu eins og við erum að reyna að veita hér að 2750 króna mánaðagjald sé eins og hálfur hambúrgari í miðbæ Reykjavíkur, ég hef reynt það á eigin skinni og ykkar sem sagt árgjald það er svona eins og hambúrgari með eftirrétt, með vænum ís. Já, við ættum að geta. Og ári. Já, eitt svolítið ári. En ef ekki bara vera snarpir og stuttir í dag, það er þér líst ágætlega á þessa hugmynd að koma reglulega. Við getum kallað það meinhornið. Við finnum mein og stingum á þeim. Já, akkurat. Við reynum náttúrulega hér á samstöðun að vera ögrandi að gagnrýnin, en fyrst og fremst erum við að reyna að enduróma raddir fólks þarna úti og það sem eru göt í þjónustu eða upplýsingagjöf, við reynum að fylla þau. En það er bara frábært að verið þessu samstarfi með þér Breki og megi neytendasamtökunum vegna vel. Ég bið að heilsa Brynhildi fyrir nágrannakonu minni á Akureyri. Ég skil að því. Já, og við sjáumst bara þá í næstu viku. Við veitum ekki alveg hvaða dag, en höfum þetta sem fastan leið. Kærar þakkir fyrir komuna. Bestu þakkir sömuleiðis. Og áfram heldur þátturinn, ekki fara langt. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.